Hvernig reiknum við þetta? Til þess að átta okkur á því þá eiginlega mikilvægt að teikna þetta upp í hnitakerfi. 1,3 munið við gerum x hnitið alltaf á undan. 1,3 hér og 5,6 nokkurn veginn hér. Og ef ég teikna þetta strik svona, að þá fer það náttúrulega eftir skalanum á hnitakerfinu mínu, ég mæli þetta ekkert, það ekki nákvæmt, en get ég reiknað þetta? Jú, ef ég teikna hérna punktalínu þá myndar þetta rétthyrndan þríhyrning og ég veit að lengdin á þessu striki og ég veit lengdin á þessu striki og get þá nota Pýþagóras til þess að finna þetta. En það til formúla hvernig við reiknum þetta. Ég ætla að sýna ykkur hana. Formúlan svona. x2 mínus x1, það að segja mismunurinn á x-gildunum í öðruveldi, af því við nota Pýþagóras, pluss y í öðru mínus y2 mínus y1 segi ég, sem þá mismunurinn á þessum gildum, og taka svo Pýþagóras. Þetta í raun bara uppsetning á Pýþagóras. Þetta ætla ég að kalla, þetta x-hnitin, þetta þá 1 og 2, þetta y-hnitin, þetta þá 1 og 2, þetta punktur 1, þetta punktur 2, og nú set ég bara tölurnar inn. Ég byrja á x2, 5 mínus 1, x2 mínus x1, seti í sviga og jarnaveldi, pluss y2, 6 mínus y1 sem 3, og set svo rót af öllu saman. Þetta 4, rótin af 4 í öðru pluss rótin af 3 í öðru. Þetta 16, þetta 9, rótin af 25, strikið mitt 5. Enda sé ég að þetta 4, þetta 3, þegar ég skoða, fer úr 1 upp í 5, úr 3 upp í 6, og þetta 3, 4, 5 þekkt Pýþagórasar þrennd. En að kunna að taka svona formúlu, ég þarf ekki að mununa, yfirleitt hún bara gefin. Einhverju vilja maður muni þetta samt. Ég þarf að kunna að merkja punktana. Og ef það hjálpar mér að skrifa við punktin, hvað x1, hvað x2, hvað y1, y2, þá borgar sig að gera það. Til þess að, og svo raða ég bara inn í, og svo slægi þetta bara í vasareikni. Fæ ég alltaf svona þægilega tölu? Nei, ég get alveg fengið leiðinleg brot eða þess vegna óendalega langa aukastaf og allt það. Það ekki aðalatriði í þessu. Heldur vera með formúluna og kunna setja inn í hana, en þetta í grunninn bara einfaldur Pýþagóras. Í eðlisfræði eða stærðfræði getur þetta líta heitið vektor og við getum reiknað lengd vektora, við geta þyngt stærð kraft, svo í hvað átt krafturinn verkar, eða getur þýtt allt mögulegt. En vektor bara strik og við reiknum sem sagt stefnu á striki sem þá gráðutala og síðan sem við gerum ekki með þessu og svo lengdin á því sem við getum reiknað með þessu.